Já, komið sæl og þökkum Maríu fyrir þetta sem var hér undan umræðum gasa sem ekki veitir af. En það annað, til minni kominn Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. Vertu velkomin. Takk. Herðu, tilefni þess að ég fekk til að koma núna, það grein sem þú skrifaðir og segir það flókið eiga næstu 5 milljarða króna á Íslandi. Þarna er þetta að tala stærstu og ríkustu útgerðirnar. 500. Já, sagði ég 5? Já. Nú, meðum ekki draga úr þessu, 500 milljarða. Já. 5 milljarða bara með veskinu þessi kallar. en þú þú ert raunlega að mótmæla því hvernig þeir berjast gegn hækkun veiðigjalda. Mér hefur bara þótt einkennandi fyrir umræðuna þessa breytingu á veiðigjöldum, leiðréttingu veiðigjalda sem núna komið fram í frumvarpi og hérna verður afgreitt fyrir þinglok að það látið eins og það sé ekki borð fyrir báru hjá íslenskum sjávarútvegi til þess að greiða meira í veiðigjöld. Skulum muna það að samkvæmt lögum veiðigjöld þá hafa veiðigjöld tvöfaldan tilgang, annars vegar standundir kostnaði sem ríkið tekur á sig við þjónustu í sjávarútveg og svo hins vegar að þjóðin fái sanngjarnan hlut í arðsemin af nýtingu auðlindarinnar. Og eins og staðan hefur verið þá hefur það sjaldnast gert á síðustu árum að innheimt veiðigjöld hafi dugað fyrir kostnaðinu við þjónustuna. Þannig að það ekkert eftir í annað. Og ég ákvað svona að skoða þetta kannski dálítið eins og blaðamaður sem ég veit að var í lengri tíma og einfaldlega að finna þær opinberu upplýsingar sem liggja frammi þá sem eru að fara að bera hittan og þungan af þessum breyttu veiðigjöldum og það þannig, samkvæmt greiningu sem eru gerðar núna í tengslu við vinnslu þessa frumvars að 67% af veiðigjöldunum eru borgað 10 stærstu útgerðum. 90% eru borgað af 30 stærstu, 84% af 20 stærstu. Það eru bara þessi allra stærstu sem eru að borga stóra hlutan af þessu. Og það þannig að ég ákvað svona vegna þess að liggja ekkit kannski beint fyrir opinberar upplýsingar allavega nýjar og uppfærðar það hvað eigendur stærstu fyrirtækina eiga mikið af peningum en svona nýjust sem ég fann var sérútgáfa tímaritsins frjálsa verslunar sem kom út 2023 yfir ríkustu Íslendingana og það vakti athygli mína á topp 10 listanum eru ansi margir tengdir sjávarútvegi þannig að ég tók saman þá sem eru stærstu eigendur Samherja sem eru Þorsteinn Már Baldursson og Kristján Viljánsson og fjölskyldu þeirra og þeir voru metnir á þessum lista á auður þeirra 2023 sem uglust vaxi síðan 110 milljarðar hvor þannig að samanlagt 220 milljarðar og þeir sátu í öðru og þriðja sæti á þessum lista yfir ríkustu Íslendingana einungis Björgúlfur Thor Björgúlfsson sem var metinn ríkari og í 5. sæti var Ísfélagsfjölskyldan í Vestmannaeyjum Guðbjörg Matthíasdóttir og börn hennar með þá metinn auð upp á 80 milljarða og aftur hefur uglust vaxið síðan sætun eftir henni var Guðmundur Kristjánsson í Brimi með 75 milljarða og ekki langt undan var Eskjufjölskyldan á Eskifirði með 50 milljarða. Þannig að ég tók þessar 4 fjölskyldur saman og skoðaði síðan hinn risan sem vantar inn í þetta í sjávarútvegi, Kaupfélag Skagfirðinga og nýjasta birt ársreikning þess og samanlagt þá var auður þessara 4 fjölskyldna og þessa einu kaupfélags svona cirka 484 milljarðar króna á árinu 2023 og aftur nokkuð augljóst að hann hefur vaxið síðan. Þannig að þá og hugmyndin þá að segja bara bíddu ekki borð fyrir báru í útgerð þar sem þessir aðilar sem eru eigendur eða meirihluta eigendur í 8 af 10 stærstu greiðendum veiðigjalda. Þarna eru Brim, Samherji, Síldavinnslan, Fisk, Seafood, Vinnslustöðin, Vísir, Eskja,
og svo framvegis. Þannig að 8 af 10 stærstu greiðendunum eru hluti af þessu mengi, ekki borð fyrir báru þarna ef það hægt að velta svona miklum fjármunum út úr rekstrinum og búa til svona mikinn auð hjá þessu fólki sem hefur síðan fjárfest í öllum öðrum sviðum samfélagsins, hvort sem það er maturinn sem við kaupum eða bankinn sem við verslum við eða flutningafyrirtækin eða hvað sem þá eru angar þarna inni, bensínstöðvar og svo framvegis, þá gengur dæmið einhvern veginn ekki alveg upp. Ef það er hægt að búa til svona gríðarlegan auð, þá hlýtur að vera borð fyrir báru það að veiðigjöld geti hækkað 6 milljarða frá því sem áður var. Sem svona eins og þetta lítur út fyrir næsta ár að verði veruleikin að veiðigjöldin fari upp í 17,3 milljarða og eru þá 6,1 milljarði hærra en þau að verið í óbreyttu fyrirkomulagi. En svo líka, hvernig auðurinn er líka notaður, það til dæmis sérstaklega Guðrún Mendelsdóttir í Guðbjörg, sem að hefur fjárfest í mörgum fyrirtækjum og á ótal fyrirtæki sem eru að versla við bara hverjum degi. Þegar ég flutti til Akureyrar 1976, þá fór ég að gantast með það við Akureyringana að ég gæti bara látið klippa mig og keypt með lyf í öðrum en KEA. Þá sagði nei, stjörnabótek það KEA. Þannig að það var bara rakarinn eftir og kannski skósmiðurinn en það var svona allt kring var þetta mikla afl í þeirra samfélagi en þetta er bara komið á landsvísu núna. Já, ég held að ég fyrir bara í smá sagnfræði, þá munum við hvernig hlutu var háttað eftir bankahrunið. Þá voru margar útgerðarfyrirtæki voru í vandræðum, voru með neikvætt eigið fé, fjárfest tekið mikið að lánum til ýmissa verka, hluta til í fjárfestingu í greininni sjálfri og þessi lán fylgdu öll inn í banka sem voru þá komin á forræði ríkisins og ríkið var þá í stöðu til þess að innkalla mikið aflaheimildunum sem voru settir að veði fyrir þessum lánum og þá var hér skipuð sáttanemnd sem skilaði af sér skýrslu 2012 ef ég man rétt 2010 eða 12 og niðurstaða hennar var að gera það ekki að fara ekki í innköllun á aflaheimildunum sem hefðu þá verið hægt að selja aftur á markaðsvirði heldur gera svona samkomulag það að já, þau fá stuðning það að halda fyrirtækjunum sínum gegn því að þau samþykja að borga sanngjörn veiðigjöld fyrir aðgengi að þjóðarauðlindinni og svo voru veiðigjöldin sem þetta var 2010 sáttanemndin og svo 2012 þegar átt að setja á veiðigjöldin þá átti sér stað bara raunverulega svona leiksýning sem mjög sambarileg því sem við sáum í dag. Þar var sömu svona málsástæður settar fram að sveitarfélögum myndu leggjast í eyði að það væri ekki borð fyrir báru í útgerðarfyrirtækjum til þess að borga í veiðigjöld vegna þess að þá gætu þau ekki fjárfest í starfseminni, þetta nýsköpun myndi leggjast af, afli myndi flytjast óunnin úr landi og svo framvegis og það var gríðarlega harka, rosalega mikið að fundum út all land farið í að setja á fót svona heimasíðu sem landið og miðin, þar sem voru myndbandsviðtöl við fólk vísvegar landið þar sem þau voru að lýsa því hvernig allt myndi einfallega brenna ef veiðigjöld eru lögð á og þetta var bara allt alveg eins, eina sem þau náttúrulega gerðu þá sem þau eru ekki búin að gera núna var að sigla flótanum í land á flautunni þegar Alþingi var að ganga frá samþykkt á veiðigjöldunum og hvað gerðist síðan í kjölfarið? Jú, sjávarútvegur hefur upplifað sínu mesta blóma tíma nokkru sinni. Við erum að horfa á það að í lok árs 2022 þá var eigið fé sjávarútvegs komið upp í 449 milljarða og hafði hækkað 150 milljarða á 5 árum og svo vartum við mjög gott ár 23 og 24 sem bætast við þannig að við getum alveg slegið því föstu að eigið fé sé komið vel yfir 500 milljarða þrátt fyrir að sé búið að borga kannski svona cirka 20 milljarða ári út í arð til eiganda sem leggjast ekki við fyrir og ráðast í mjög umfangsmiklar fjárfestingar líka. Og svo þetta eigið fyrir mjög vanmetið vegna þess að kvótin þetta ekki metin á markaðsverði, hann metin á því verði sem útgerðarfyrirtækin eignast hann á, í sum tilfellum krónu 0
og svo bara það sem þú að borga fyrir hann í gegnum tíðina. Þannig að með að við gerði viðskipti á undanförnum árum, þá má alveg áætla að Koting gæti verið 600-700 milljarðar króna meira virði en ef hann seldur á markaðsvirði en hann bókfærður á. Og þetta þetta alveg rosaleg staða. Þú áttu komið með eina stétt sem mörgum tilfellum í stærstu eigendur eru bara fjölskyldur. Þetta svona það sem kallast á ensku family offices, sem eru síðan farnir eins og þú varst að tala að dreifa úr sér yfir á önnur sviði samfélagsins. Kaupa upp fjölmiðla, kaupa upp matvöruverslanir, mjög umsvifamiklir fjárfestar í skráðum fyrirtækjum, ráðandi í mörgu þeirra tryggingafélögum, flutningafyrirtækjum og svo framvegis, og fasteignum, gríðarlega umsvifamiklir í fasteignum og fasteignaþróun. Og það alveg löngu tímabært að spyrja hvort það sé eðlilegt að atvinnuvegur sem sannarlega mjög þjóðhagslega mikilvægur, undirstöðu atvinnuvegur á Íslandi og að standa sig vel í alþjóðlegum samanburði, að skila mikil þjóðhagslegum ábata, að það sé rétt skipting á milli þeirra sem eiga auðlindarinnar og þeirra sem fá að nýta hana, að það sé eins og hefur verið undanförnum árum, að þegar þú tekur hagnað áður en að opinber gjöld eru greidd, þá fara 7 krónur af hverjum 10 til þeirra sem fá að nýta hana og 3 krónur af hverjum 10 til þeirra sem eiga hana. Og þetta hefur rifist í áratugi og það löngu tímabært að taka skref í átt að einhverju sátt. Þannig að þjóðin sem sannlega samkvæmt öllum skoðanakönnunum mjög fylgjandi þessum breytingum. Sama hvar á landinu það sama í hvaða stjórnmálaflokki fólk situr og skilur breytingarnar mjög vel sem verið að gera núna, að þetta skref verið tekið. Og við finnum það sem hefur verið að vinna í þessu núna, þingmennirnir og ráðherrarnir og fólkið sem hefur verið í kringum þetta, að það rosalegu meðbyr í samfélaginu. Og margir sem voru í nálægð við þennan slag þegar þetta var síðast 2012, segja þessi himinn og haf. Núna sé það bara hvaða pottur sem þú ferð í á landinu eða hvaða kaffivél sem þú stoppar við, þá finnur þú bara áfram. Við vitum hvað þeir að gera, við skiljum það, þetta rétt, þetta sanngjarnt, þetta löngu tímabært. Já, fyrir nokkru þá voru við í sunnudagsþætti ég og Gunnar Smári, og meðal gest okkar þá var Úlfar Hauksson sem skipstjóri, vélstjóri og kendi mér stjórnmálafræði í gamla daga. Já, og hann, þegar hann tala ósætti sjávarútveginn, þá sagði hann, það sátt sjávarútvegið. Fyrir ekki að láta öðru sér, það sátt það. 80% þjóðarinnar sammála að fara einhverja svona leiðir, en 20% ekki, og það bara, það sátt sjávarútveg, 80% sátt bara mjög mikið. Já, 94% eru þeirra skoðunar. Já, núna. Já. Nei, 80% rúmlega 80% eru þeirra skoðunar að það borga hærri veiðigjöld. 94% segja að það sé svigrúm til staðar. Þau sjá það. Og það ekki hægt úti því óvandarlega að láta eins og almenningur í landinu skiljið ekki. Að þetta sé svo ægilega flókið að þetta sé bara einhvern veginn ofar þeirra getu að skilja hvað sé þarna í gangi. Fólk skilur þetta. Mjög margir sem hafa sett sig mjög vel inn í þetta sem þú varst að segja, að ef það lendi rökræði við eitthvað sem harðar en þau, að vera undir inni, já, ég skil það kannski ekki alveg, ég held að þetta sé svolítið þannig, að fólk hefur bara ekki, kjark til að segja það. Nei, ég hef bara átt alltaf erfiðleikum með að skilja af hverju það ekki meiri vilji til sáttar hjá stórútgerðinni líka. Þetta er svo gríðarleg arðsemi. Ef við horfum til dæmis á það sem kallast rekstrarhagnaðarhlutföll. Það svona að venjubundið í íslensku atvinnulífi það svona 9-10% og það ekki bara gott. Bara ef þú átt með 9-10% rekstrarhagnað. Í sjávarútvegi hefur verið 24%. Þannig að það bara miklu meira. Þetta lang arðsamasta greini sem við erum að stunda hérna á Íslandi. Og ein ástæðan fyrir því að hún svona arðsum það að það hefur verið stjórnvaldsaðgerðir sem hafa gert henni kleift að verða svona arðsum. Það að segja ástandi kvótakerfisins sem leyfir samþjöppun og svo þú veist að það sé ekki aðskilnaður veiðu vinnslu eins og allir með sín Noregi. Það að gera kvótan framsælilegan og svo síðast en ekki síst að heimila veðsetningu kvótaheimilda. Þannig að þú fara að veðsetja eitthvað sem þú átt ekki. Sem leigir. Og þetta hefur allt stuðlað af því að þetta sé svona arðsum grein og
ég hef átt í erfiðleikum með að skilja af hverju það er svona mikið tregða hjá stórútgerðinni og hagsmunagæslu armi hennar og þeim stjórnmálamönnum sem hann fyllt inn að máli að kom ekki bara með í þessa vegferð. Taka í alvöru samtal, ekki bara á þeirra forsetum sem við skulum alveg vera hreinskipti með að flest löggjöfin í kringum þetta hefur verið dálítið á þeirra forsetum hingað til. Kom og segja bara, ok, auðvitað það þannig að það alveg borð fyrir báru til þess að greiða meiri samneysluna, til þess að greiða meira í það að vinna á mikill uppsafnari innviðaskuld, til þess að styrkja vegina, til þess að styrkja byggðirnar, til þess að styrkja heilbrigðisþjónustu, menntamál og svo framvegis. En það hefur bara skort á hann. En núna held ég að við séum komin á þann stað að það er svo mikil einurð hjá nánast öllum sem var hittir. Að þetta sé ekki sanngjarnt og réttlátt kerfi eins og það er í dag, það er að segja hvernig auðurinn af nýtingu auðlindarinnar skiptist, að það þarf að gerast eitthvað svona eins og er í gangi núna í þinginu. Já, sko, það er þingi sem að afgreita málalókum og þar eru 63 einstaklingar og sem að eiga eftir að takast á þetta. Stjórnarandstaðan mun örugglega reyna allt sem við getur til að stoppa málið, tefja það. Já, sko, samt í grunninn ertu með 3 flokka í ríkisstjórn núna sem allir hafa boðað það að þeir vilja breytingu á þessu fyrirkomulagi. Þeir geru það í aðdraganda kosninga og hreinskiptir við kjósendur sína þá. Og þeir fengu 36 af 63 þingmönnum, mjög rúman og góðan meirihluta. Þeir settu það í stefnuyfirlýsingu sína þegar ríkisstjórnin var mynduð að þetta mál yrði á dagskrá og þetta yrði eitt af stóru málum sem þessi ríkisstjórn myndi beita sig fyrir. Það er líka verið að senda mjög skýr skilaboð hversu mikilvægt þetta sé að fara í það strax á fyrsta þingi. Og það hefur gengið ótrúlega vel og í gríðarleg samstöðu á meðal þessara 3 flokka sem mynda ríkisstjórnina að vinna þetta mál. Og mér hefur fundist umræða stjórnarandstöðunar einkennast að hártónum. Þeir eru að festa sig í því að þeim finnst skort á greiningar, þau eru að festa sig í því að einhvern veginn svona einhverjum hugarburðum að hér sé verið að innleiða einhverja norska leið sem auðvitað er fjarstæðukennt vegna þess að hér er ekki verið að stuðla að aðskilnaði veiða og vinnslu eins og er bundið í lög í Noregi, heldur er einfallega verið að nota sama fyrirkomulag, það er að segja 1/3 af afla, markaðsverð afla fer til ríkisins, 2/3 fara ennþá til útgerðar, en það er eins og verið að veiða við markaðsverð í staðinn fyrir innra verð sem útgerðin er að selja vinslu sem hún á sjálf á. Þannig að ég hef ekki það er ekki vottur af einhverju hræðslu eða neitt slíkt hjá neinum þingmönnum stjórnarmeirihlutans að taka þessa umræðu. Við vitum að við erum með rökin með okkur. Það er þannig og það er frekar tillökun heldur en hitt að einfallega mæta málefnalega og útskýra mjög skýrt fyrir öllum sem á horfa af hverju það er nauðsynlegt að stíga þetta skref og það er hægt að setja klukkutímanum saman til þess að telja upp efnahagsleg rök fyrir því, bæði fyrir því að ríkið skilja að fá meira en líka það hvernig alveg ótrúlegur auður hefur byggst upp hjá útgerðinni sem sýnir að hún hefur klárlega svigrúm til þess að greiða meira í samneysluna fyrir að fá afnota þessar auðlind. Sem í rauninni miðað þess að törur sem búin að segja af afkomu útgerðarinnar, þá er það kannski stór merkilegt að skuli grípa til svona mikill að varna og jafnvel eins og auglýsingarna förum ekki norsku leiðina. Það er ekkert það sem stendur til í bólfiskinum, er það ekki þannig? Það er ekkert verið að tala um að aðskilja veiðar og vinnslu. Nei, ég held að þessar auglýsingar sem eru þetta gerðar að gríðarlegum tilkostnaði, framleiðslan á þeim er ekki ókeypis. Þetta er mjög há framleiðslu gæði og svo þetta hefur keyptar alveg ótrúlegt magna af birtingum í mjög dýrum auglýsingaslottum. Maður sá það bara fyrir
svona eftirvæntinguna sem var fyrir Kveiksþættinum hérna daginn, síðasta auglýsing fyrir Kveiksþáttinn, það var frá SFS og maður sér fyrir marga fréttatíma í sjónvarpinu sem eru mjög dýra auglýsingarslott, þau eru þar bara nánast daglega, þannig að og leikararnir ekki ókeypis. Nei, og heldur betur ekki út með bara leikara að leika í norsku auglýsingunni sem leikstjóri auglýsingarnar kallaði Ingvar þeirra Normanna, mann sem leika eitt aðalhlutverkum í Exit-þáttunum sem nutu hilli á heimsvísu. Já, ég reyndar horfði aldrei á þessu Exit-þætti. Ég alveg... En ég svona held yfir held að það liggi alveg í augum uppi að þessi auglýsingaherferð, þær eru ekki að gera málstað samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi og skjólstæðinga þeirra neitt gagn. Ég held að þetta sé algjört sjálfsmark og ég held að þau verða nú kannski ekki mikið meiri sjálfsmörkin en akkurat þessi síðasta sem var með norsku leikurunum vegna þess að þær eru báðar, þessar tvær auglýsingar sem eru með þeim eru tiltölulega óskiljanlegar, maður átt að segja ekki alveg lág í hvað þau verður að segja og svo auðvitað þessi áferð að Íslendingar þekkja annan þessara leikara fyrst og síðast sem sko bara brjálæðingur Exit-þáttunum sem var sko sósíópati, ofbeldismaður, fíkniefnaneytandi og sko víla ekki fyrir sér fjársvik bara nánast við hverja hreyfingu. Það þá nánast í múnderingu eins og var þar? Já, hann lítur mjög þannig út í auglýsingunni, hann er svona hneft niður skyrtuna, hann er að þyrla í hvítvinni og situr á okkur svona óræðum útipalli og óræðum flottum veitingastað og svona að tala svona digubarklega eins og margir svona stereotypískir fjármálumenn gera það bara hvernig hægt að greiða peninga. Þannig að ég ádóldi erfitt með að skilja hvað hann gekk til, en ég meina þú veist, þetta það sem LIU og síðar SFS eftir að LIU fór í andlitslyftingu hefur alltaf gert, það har alltaf tekið mjög fast á móti og mála skrattan á vegginn og núna bara ekki salur fyrir því. Nei, einmitt. Hafið þeir haft salin þá eru búin að missa. Já, og það sem líka, þú veist, það mér mjög mikilvægt að mæta þessum hræðslu áróri og þessum upprópunum með sko ró og kurteisi og málefnalegri umræðu, að vísa bara í staðreyndirnar sem liggja á borðinu, að láta ekki teyma sig út í eitthvað drullumall, vegna þess að ef að önnur hliðin eina drullumalla, þá hún svo eina sem verður skítug. Þú stendur bara og horfir á og býður eftir að leiknum líkur. Sko. Vegna þess að það eins og ég sagði þetta náðan, það svo nóg af efni, það svo nóg af sko röksemdafæslum til þess að undirbyggja að þetta bráðnauðsynlegt skref að taka. Einmitt. Og ekki síst þetta bara að fara upp fyrir þá peninga sem eru settir í greinina sjálfarinni með Hafró og Gæslinu og þjónustu við. Já, og mér finnst bara þú veist, að stjórnarflokkarnir og þingmenn stjórnarflokkarna sem hafa verið að beita sér í umræðum með að bara vera mjög ánægðir með sig það hvað þeir hafa tekið þetta allt saman málefnalega. Það mjög auðvelt þegar andstaðan verður ómálefnaleg að svona freistast til þess að fara einhvern veginn á það plan og láta ginna sig út í einhverju upprópanir og svoleiðis og uppnefningar, en það ekki. Og það verður í þingumræðinni. Ég ekki viss ég bara hreinlega ekki viss það, vegna þess að mér finnst það bara mér finnst það mjög sýnilegt að þingmenn sem mynda stjórnarmeirihluta núna bara duglegt fólk sem búið að kynna sér málin vel og eru nestuð af mikið af staðreyndum og góðum röksemdafærslum og finna að meirihluti almenning stendur þéttu bakið á þeim og þau finna enga þörf til þess að detta niður á slíkt plan. Nei, stjórnarandstaðan. Já, stjórnarandstaðan, það síðan annar mál. Já, en ég segi það, hún gerir allt sem hún getur til að tefja máli. Það bara formið, sko. Þetta bara svona. Við horfum á það, einasta þingi. Ég alveg velti fyrir mér hvort að það sé pólitískt klókt þegar mál að ræða sem svona mikill stuðningur við á meðal almennings. Sko ég ekkert að grínast með það þegar ég að segja að þingmenn og ráðherrar að segja frá því í engasamtölum að sko fólk sé bara kalla á þetta á götu hvatningarorðum.
Það er óvenjulegt. Það er ekki eitthvað sem stjórnmálamenn eiga mikið að venjast. Og við skulum líka sjá bara, núna kom Gallup-könnun hérna bara fyrir helgi sem sýndi eftir að frumvarpið er komið fram, eftir að öll þessi auglýsingaherferð er búin að vera í gangi, eftir allan hræðsluáróðurinn og allt það, að stjórnarflokkarnir eru ennþá mælst með jafn marga þingmenn og þeir fengu síðustu kosningum. 36 af 63 og stuðningu við ríkisstjórnana mælist bara nákvæmlega sá sami og var fyrir mánuði síðan 66%. Síðasta ríkisstjórn þegar hún hrökklaðist var rétt að skriða við 20% ef hún náði því. Þannig að hérna, þú veist, það er alveg augljóst hvar almenningur er að staðsetja sísu. Það er svona að segja ég er ekkit viss að þetta sé pólitískt klókt að ætla að fara í tafarleiki eða á endanum einhvers konar málþóf. Það gerist þá endanlega við aðra umræðu málsins það sem er, þú getur talað lengur en í styttri ræðum út af þessu máli. Ég er ekki viss að það sé mikill salur hjá því hjá þjóðinni. Nei, það er til dæmis eins og orkupakka málið og málþófið það var ekkert sniðut fyrir neitt sko en þar náðist pólitískur árangur fyrir miðflokkin. Þeir náðu að selja orkupakkan sem eitthvað sem hann er ekki. Og þá voru ansi margi sem hoppuð á þann vagn. Þeir bjuggu sér til nýtt pólitískt líf eftir mikla svona skandala erfiðleika í gegnum þá vinnu. Og það voru bara ansi margir sem keyptu þann málflutning sem þeir voru að bera á torg, að hér myndi bara einfaldlega verða rafmagnslaust nánast eða orkan flutt úr landi eða hvað sem er ef við myndum samþykkja þennan orkupakka, ekkert að því gerst. Þannig að þar var augljóslega sambarlegur áróður í gangi. Munurinn núna það er enginn að kaupa þetta. Það er enginn að kaupa það að stórútgerðin hafi ekki borð fyrir báru það að borga meiri veiðigjöld og þegar góðar og mjög nákvæmar greiningar sína að 10 stærstu fyrirtækin að fara að borga rúmlega 2/3 af öllum veiðigjöldunum og við förum bara í byrjun samtals okkar að fjölskyldurnar og kaupfélagi sem eiga þorrana þessum fyrirtækjum eða hafa áttu núna ekki tíðina séu sko fólk sem er með auð sem er metin á nálægt 500 milljarða króna þá er mjög erfitt að halda því fram. Þannig að þetta er það sem ég er að segja. Það er bara svo mikið að staðreyndum og skýrum sanngjörnum réttlætis röksemdafærslum sem eru til taks til þess að takast á í þessar umræðu að ég á ekki von á því að hræðsluáróðin ná í gegn. Nei. En Þórður, aðeins að öðru sko, þú segir það að það er svona mikið samtal og samstarfja vel meðal þingmanna stjórnarflokkana, er það ekki? Jú. Já, og hvað er það ég að segja? Það er svona að vera gamall maður. Býtu, svo núna ég ætla að tala um skoðanakönnuna. Sem kemur núna og það sem Samfylkingin með 29% og sem hún í mælst bara síðan dögum össurar eða eitthvað. Sko, Samfylkingin var nú mælast yfir 30% í aðdraganda síðustu kosninga. Já, alveg rétt. Það er þannig, skoðanakannir eru þetta bara skoðanakannir. Við skulum vera með það alveg á hreinu. Jú, þetta er að mæla samt andan í samfélaginu. Já, og það sem mér finnst svona mikilvægast að horfa á þegar það verið að rýna í þær og það er eitthvað sem ég gerði mjög ítarlega í mörg ár sem blaðamaður og svona er að lesa kannski hvernig vindar er að blása, þetta er svona punktstaða og mér finnst þessi atriði sem ég nefndi hérna áðan að sjá sko ríkisstjórn sem er að takast á við mjög svona úrlausnarefni sem eru erfið að fara í leiðréttingu og veiðigjöldum er erfitt að fara í það að breyta greiðslum til viðkvæmustu hópana er erfitt að fara í breytingu á búvörulögum sem voru búið það er erfitt en það er hægt þjótt með samstæða ríkisstjórn sem er öll að róa í sömu áttina og það er það sem mér þykir dálítið merkilegt við þetta stjórnarsamstarf að það er sama hvaða leveli það er hvort það séu formennirnir eða ríkisstjórnin eða þingflokkarnir, það eru allir að vinna að sameiginlegu markmiði sem er að koma málum, framfaramálum fyrir íslensku þjóðina í gegnum þingið, þannig að samfélagið breytist eins betra og það er kannski ekkit skrítið að fólki finnist það óvenjulegt eftir
ríkisstjórn síðustu 2 kjörtímabila þar sem það vandist því bara að það var ósætti öll meiriháttar mál inni í ríkisstjórninni á milli flokkana sem hann mynduðu og ef að málin skriðu út úr ríkisstjórninni þá áttuðu til að stoppa bara í þingflokkunum vegna þess að þá voru bara sumir þingflokkana sem voru ósáttir við sín eigin ráðherra þannig að það gerðist rosalega lítið og núna bara allt önnur orka, núna að gerast mjög mikið og ég les það út úr svona könnunum sem að taka punktstöðu að það ánægja meðal almennings með það. Þess vegna fannst mér mikilvægast að lesa úr þessu að þarna sami þingmeirihluti samkvæmt niðurstöðu þessarar könnunar og það sami stuðningur og gríðarlega mikill stuðningur við verk ríkisstjórnar langt umfram þá sem segjast alltaf kjósana sko. 66%, það bara mjög mikið og það mjög mikið að halda því á milli mánaða þegar það verið að takast á við svona mál sem hefur rifist í áratugi. Ég alltaf ekkert að gera flokkspolítískur hefur ég segið það að vegur Kristrúnar Frostadóttur svolítið merkilegur í þessu. Það ekki svo langt síðan hún var kjörin fyrst á þing, voruð formaður, leiði ríkisstjórn og alveg í upphæðum núna með fylgið. Þetta ég sagði hérna í gær, sko, hún svona súperstjarna, hún kemur hann inn og næra að breyta öllu í kringu sig. Þar á meðal þessum 3 formönnum núna. Ég held að það velkist enginn í vafa þá og það ástæðan fyrir því að Kristrún Frostadóttir vinsælasti stjórnmálamaður landsins að þetta liggur mjög vel fyrir henni, hún mjög góð í því sem hún gerir og hún hefur sýnt það að hún getur tekist á við verkefnin og eins og hún aldrei gert annað strax hún stígur inni, hvort sem það var að fara á þing verða formaður stjórnmálaflokks sem hafði verið í töluverri eyðimörkugöngu í töluverðan tíma eða vera forsætisráðherra og auðvitað skila það sér. Það skila sér, fólk sér þetta og fólk ánægt með að hafa þannig forsætisráðherra en það líka vegna þess að fólk bara trúi því sem Kristrún að segja og hinni formennirnir að segja. Þetta verkstjórn, þetta ekki setustjórn, þetta ekki stjórn sem núna við völd til þess að tryggja þeim flokkum eða fólkinu sem skipar þá einhverja stöður eða einhver áhrif. Þetta bara fólk sem komið hérna til þess að gera gagn og það að mikilvægast stjórnmálum að getur haft að hann sé í einlægni að segja, ég komin hérna til þess að vinna fyrir ykkur, við erum þjónandi stjórnvald og að fólk trúi því og það þetta kannski ofurmáttur Kristrúnar að fólk trúi því að þessi einlægni hennar að hún sé sönn. En svo það núna, þessi stóru mál sem framundan og þá reynir mikið á, þá ekki víst að þegar málinn fara að flækjast að það veri 66% stuðningur. Nei, en ég meina það að einhverjum fyrst hallað á sig eða sína. Þetta auðvitað rosalega, við erum að tala að þessi ríkisstjórn að fara búin að koma inn í þingi næstu 80 málum, rúmlega 80 málum. Það rosalega mikið. Sérstaklega þegar þú tekur tillit til þess að þingi byrjaði ekki fyrir í byrjun febrúar. Við erum að þarf á þessum breytingum. Já, ég menn það eftir mikla kyrrstöðu, það sem voru ekki teknar ákvarðanir sem þurfti að taka og þar sem fjárlagahallanum var bara leyft að safnast upp ár eftir ár eftir ár og það ráðist í alls konar svona ófjármagnaða skattalækkanir og látið farið í svona stuðning COVID-aðgerðir sem voru látnar dragast allt of lengi með gríðarlegum tilkostnaði, þá rosalega nauðsynlegt að fá ríkisstjórn sem vinnur mjög þétt saman að sameiginlegu markmiðum sem eru 2, annars verður á efnahagslegu stöðuleika vegna þess að það skila flestum krónum í vasanum hjá venjulegu vinnandi fólki að lækka verðbólguvexti og það að nást. Það að nást mjög skýrt. Já, verðbólgan reyndar aðeins að vaksa. Já, hún ókst núna vegna þess að það eru páskar í apríl. Það gerist í mars í fyrra. Þá hækkaði verðbólganum 1 mánuð vegna þess að páskarnir voru í mars. Já, það hlustar ekki þessi rök af en anstæðingur. Nei, ég meina þú lest þetta bara út úr hagstofunni. Það var 20% aukning á flugfjárgjöldum í apríl og það bara vegna þess að það voru páskar og margir sem fóru til útlanda. Það var aukning í mat og drykk vegna þess að það mikið af sérvöru til dæmis sem fer inn og seldi í kringum páskaeggin og slíkt. Þetta ekki óvenjulegt
Þetta gerist mjög reglulega að það komi smá verðbólgukikk í kringum páska og það gerist síðast í júlí í fyrra að verðbólga hækka á milli mánaða. Það gerist alveg í lækkunarferli að það eru breytingar á milli mánaða. Þannig að ég á mjög að vona því að þegar við séum verðbólgutölu fyrir maí þá mun verðbólgan lækka aftur fyrir neðan 4%. Hvenær næsti vaxtaákvörðun? Hann núna 21. maí, núna setna í maí og allir greiningaraðilar eru sammála þetta sem ég var að segja að það sé ekkert, þetta sé ástæðan fyrir því að verðbólgan hafi aukist og svona lítilega á milli mánaða og að hún muni fara aftur niður í næsta mánuði og það ennþá þeirra spá að það verði vaxtalækkun á næsta vaxtaákvörðunardegi líka vegna þess að það ekki vaxtaákvörðunardagur síðan fyrir í ágúst. Þannig að þóttum verið hófleg, þóttum verið 25 punktar, þá erum við ennþá samt í þessu ferli. Þannig að þú veist, þetta eitthvað sem ég held að fólk trúi því og sér að þessi ríkisstjórn að gera, að svona tekur efnahagsmálin alvarlega og svo eru alls konar svona hlutir sem hafa bara setið á hakanum, hvort sem það eru fjárfestingar eins og í samgönguúrbótum sem mjög skýrt að þessi ríkisstjórn allar láti taka á svona deilumálu sem að setja lengi eins og veiðigjöldin og allt hitt. Þetta bara ríkisstjórn sem þorir og allar í þetta og sýnir það í verki með þessu málafjölda sem hún að leggja fram sem langt umfram það sem var að fara í gegn á þingum síðustu ríkisstjórna. En ég ætla að segja þið svona í lokinu að greinin sem ég var sem tilefni til þess að kalla við hingað, hún á Vísi, fólk getur þá lesið greinina þar. Herðu Þórður Snær, takk að kella fyrir. Takk. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.